Já, komið sæl, gott fólk. Við GameTV erum mjög spenntið fyrir aprílmánuði og ætlum að segja ykkur af hverju. Við ætlum að fara yfir þá leiki sem eru að koma út og ég svona kannski segja ykkur smá frá hverju. Já, apríl svona millimánuður. Mars var nokkuð góður með Division og fleiri góðu leikjum. Maí verður náttúrulega svakalegum með Uncharted 4 og apríl svona millimánuður. Það hellingur að gerast. Já, millimánuður í tölvuleiki útgáfu. Já, ég myndi kalla millimánuð. Heyrðu, en allavega, það slagt að leikja samt. Og fyrsti leikur sem ég ætla að nefna Quantum Break sem er að koma. Þetta leikur sem margir að beða eftir í PC og Xbox One. Það? Er fólk að beða eftir Quantum Break? Já, menn er að beða eftir því að þarna ferði í hlutverk Jack Joyce sem hefur áhrif á tímann. Hann er svona tímavörður. Hann getur leikið sér með tímann, hann getur stoppað hann getur spólað hratt fram og tilbaka og hann getur verið með alls kyns græjur og svo erum við fullt af vopnum líka, þannig að þetta er svona bara hasar heitja. Er þetta eitthvað svona Quantum Leap dæmi? Já, getur verið. Það var þetta fárlega gott. En þetta er leikur það sem þetta er svona hasar og ævintýraleikur, þriðju persónu. Þannig að það er ágætt og hann kemur út 5. apríl ásamt leiknum Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Það er leikur ekta fyrir okkur. Þetta er svona top-down, já, þetta er svona top-down leikur, svona 8-bita grafík og menn eru svolítið mikið að koma í það. Ég veit það. Ég veit ekki alveg með það lengur. Ég er eiginlega það hægt að vera cool og ég er bara þreyttur á því. Já, ég veit að það eru margir sem fíla þetta og það er að vera 2 manna co-op. Þannig að við getum farið saman í gegnum þetta. En það eru svona old school bossar út allt. Þú veist, svona sem erfiðir. Það er betur en old school bossi. Ég veit að old school bossi það er að besta sem ég veit. En allavega, já, þetta er svipað svo Mega Man. Svona erfiðleika, svona, þú veist, bossarnir í Mega Man. Fyrir það fyrsta, Óli, þá spilar þú aldrei Mega Man. Já, ég spilaði Mega Man. Þannig ekki vera að líka við Mega Man. Þú spilar ekki sem Mega Man. Þú spilar ekkert Nintendo, hefur aldrei gert og myndi aldrei gera. Þannig bara ekki ég spilaði Mega Man. Já, einmitt. Ég reyndar hafði ekki mög við Mega Man eins og þú, en ég spilaði það. Mega Man, hver vill ekki vera Mega Man? Þú veist þannig. Þetta er nýja leiknum sem er að koma. Allavega, en þessi getur verið góður. Ok, spenntur. Nú líka 5. apríl kemur Dirt Rally. Og það er nýjasti leikurinn í Dirt-seríunni frá Codemasters. En þeir hafa gefið leiki, voru fyrst Colin McRae hétur hérna eina tíð. Svo lét sá mæti maður lífið og þá fóru þeir að vinna með Dirt-seríuna. Þetta er bara bílaleikur, rally, drulla, fullt af bílum og brautum og svo framvegis. Það er hljómaður. Já, getur verið ágætt. Ef við förum síðan aðeins lengra inn í apríl, þá kemur svakalegur leikur. 12. apríl, það er einn af heitustu leikjunum í mánuðunum, en það er Dark Souls 3. Og það er náttúrulega leikur sem þú spilar ekki af því þú hatar erfiðleika. Rétt. Ég elska erfiðleika. Nei, ég hef aldrei spilað Dark Souls 1 og leikið svona erfiða leiki, hann er alveg fáralega erfiður. Og Dark Souls 1 og 2 er náttúrulega með erfiðustu leikin sem hafa komið út. En fólk elskar það. Já, Bloodborne kom líka frá sömu gaurum og nú held ég að þessi leikur nú til Bloodborne Engine sem var náttúrulega mjög fallegt. Það var fallegt, mannst ekki eftir Bloodborne? Nei. Það var mjög flottur. Þannig að það verður gaman að sjá þetta, hann er komin út í Japan núna en er að koma út þarna 12. apríl í Evrópu og ef þú vilt erfiðleika í lífið, Sverrir, þá er þetta leikur fyrir því. Það vantar ekkert upp á þar. Ég get sagt þér það. Drama Sves. Málk. Ok, nú það eru fleiri leikir. Það er að koma nýtt update fyrir Destiny líka þarna 12. apríl. Það er mikil veisla. Já, við erum miklu Destiny spilarar báðir. Ég spilaði mikið Destiny og þetta verður skemmtilegt. Sérstaklega fyrir það að sakir að nú er sko endatönsunni, endgameið skilur, í bara venjulega leiknum, ekki Crucible sem er PvP, þetta er venjulega. Það er að fara að vera 3 manna. Sem að því að við getum loksins farið kannski að ná okkur í alvöru stöff. Svo er að hækka light-levelið upp í 375 að við minnir. En þeir sem vita ekki hvað Destiny er, vita ekki hvað ég er að segja. Þannig að kannski skiptir ekki máli, en þeir sem spila það. Ég er 309, þannig að ég getur ekki farið að djósa með þessu. Bara hanga mjög lengi þar. Ég veit það, en það spila ekki. Þetta er eina sem þú spilar, ég er að spila fullt af öðru leikjum. Það er ástæðan, þannig að ertu spenntur fyrir þessu nýja update? Ég er mjög spenntur, já. Það veitir ekki því að nú er náttúrulega komin samkeppni frá Division. Þannig að þeir verða að fara að rífa sig í gang því að Destiny er nú svolítið svona einhæfur, veit ekki? Já, bara vant að vera ekki það, maður er búið með þetta. En allavega, það kemur þá lagast í apríl. Nú fleiri sem kemur 12. apríl, þá er leikur sem er ansi nærri þínu hjarta, það er Ratchet & Clank að koma aftur fyrir PlayStation 4. Já, það er rétt, það er að koma, náttúrulega myndin er að koma út núna, maður er ekki búinn að bíða spenntur eftir myndinni og hún verður talsett á íslensku. Og verður stórkostleg sem slík. Hver talar fyrir Clank? Það er ég. Wow, en Ratchet. Það er Steindi Junior. Vá, þetta er þvílíkt kast, þetta er svakalegt. Ari Eldjá talar fyrir Captain Quark og Pétur Jóhann frá Kostus Drek og þið verða að kíkja á það, en engan síður leikurinn er talinn að mörgum vera einhver best útlítandi leikur bara sem hefur komið út. Já, hann lítur vist mjög bara svipað út á myndin. Myndin er gerð eftir fyrsta leiknum og þessi leikur er gerð eftir myndinni, þannig að það er eiginlega búið að fara heilan hring þarna. Og það eru fullt af cutscenes, alveg yfir klukkutíma cutscenes bæði úr myndinni og sem eru gerð sérstaklega fyrir leikinn. Já, ok, gett. Það er búið að endurgera bara Ratchet & Clank 1 sem var náttúrulega bara tíma mótaleiknum. Búið að endurgera það inni, búið að gera borðið miklu flottari, búið að bæta við og svo framvegis. Þannig að það er ekki hægt að vera annað en spenntur fyrir þessu. Menn eru spenntir? Já,
þetta mjög spennt. Nú, 22. apríl, þá kemur Star Fox Zero fyrir Wii U. Fyrir þá sem eiga þátölvu. Legendary, Star Fox, gamla góðu. Og með honum fylgir Star Fox Guard sem er svona einhver tower defense leikur sem fylgir með, svona viðhengi. En Star Fox Zero er svona meira í ættu gamlu leikina. Eins og hvað ekki Star Fox sem kom á Nintendo 64 til dæmis. Sem spilaði þessi leiki, Já, hvað hann? Fox McClare. Hann er rosalúr. Og hann semst að koma út, nýr leikur. Já, gott. Spenntur það? Já, það var að þú snert Wii U tölvuna. Já, það er þetta mjög langt síðan ég dotti gott Nintendo og ég hlakka mikið til að fara að detti koma að selda. Já, það dettur á þetta. En allavega, svo í loka apríl þá kemur leikur út sem heitir Alienation og hann er gerður á fyrirtæki sem heitir Housemarque og þeir eru á bak við marga svona skotleikjum, svona bæði old school skotleikjum sem hafa komið fyrir PlayStation 4 og þessar komið fyrir PlayStation 4. Þetta er 4 manna co-op þarna. Þetta getur við valið svona hvaða rank þú vilt vera, þú getur verið að uppgreita þig, búið þinn eigin karakter og vopn. Svo getur það 4 manna co-op, þetta er svona top-down view á leiknum. Og þú ert að berjast við einhverja geimverur, bæði með svona geimverutækni í vopnunum og líka bara svona venjulega tækni. Og ég er búinn að prófa þennan leik. Hann er svakalegur. Þetta er svona ekta 4 manna bara bak í bak, berjast í gegnum einhverjum svona geimveruhassar. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu leik. Hann kemur í PlayStation Store núna bara í loka apríl. Nú það er fleira sem gerist í apríl, það er komið að Gears of War 4 betan opnast svo held í 18. apríl. Fyrir það svona áhuga á því, það bara skrá sig í það og finna út hvernig það er gert. Og já, ég held að þetta sé svona helst og svo kemur nýtt annað update fyrir Fallout 4 en það eru núna 3 update að koma bara með mánaða millibili og þetta verður svakalegt. Þetta er svona meira held ég svona fyrir uppbyggingar hluta leiksins. Þannig að þetta fyrir þá sem elskar Fallout leikurinn sjálfur er risastór svo bæta þessum updates við og ég hef heyrt í Fallout spilunum og þeir eru bara búin að kveðja lífið. Það er bara þannig, ég er bara að segja það sem ég heyri. Já, þetta er svona, finna sér í því. En allavega, nú erum við búin að renna yfir helstu leikina sem kom í apríl og að loku vil ég bara spyrja það eins og vanlega, hvaða leik ert þú svona spenntastu fyrir í apríl? Ratchet & Clank. Bara instantly. Og reyna Destiny updateinu, ég er mjög spenntur fyrir því. Það verður eiginlega þó náttúrulega tellist ekki sem leikur, þá er ég Nei, en það er Destiny updateið og Ratchet & Clank. Ok, ég ætla að segja Ratchet & Clank. Og Dark Souls, ég er alltaf mjög spenntur fyrir þessum Dark Souls leikjum. En svo gefst ég alltaf upp bara leið og ég er búinn að íta á New Game af því að þá bara byrja erfiðleikarnir og þá gefst ég upp. Þá bara keifa ég inn eins og aumingi. En það er bara þannig. Þú segir það best sjálfur. Já, nákvæmlega. En þetta voru helstu leikirnir í apríl og við bara vonum að þið finnið eitthvað þar við ykkar hæfi. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.